Í ár eru 40 ár frá því að platan Sumar á Sýrlandi kom út. Já, og af því tilefni ætla stuðmenn að halda tónleika. Sindri fór og kynnti sér málið. Þetta ekki fyrsta skipti sem við leikum með þessum hópi? Nei, ekki fyrsta skipti. Ekki komið leið? Ekki komið leið? Nei, ekki beint. Svo lítill leið í stundum, en oftast það skemmtan. Tætum og trillum og tækjum og þennjum í botni eitthvað lengst upp í sveit. Farið það ennþá svona fiðring í magann þegar þú stígur á svið? Alltaf með fiðring í maganum í hverju einasta fótmáli, alla daga. Já. Það þarf ekki þessa hljómsveit til. Bara í lífinu? Já, já. Allir upp í fínu formi, enginn með neinu tómi. Heyrðu, af hverju tókum við þetta lag, núna hér? Þetta eina lagið sem við höfum samið sem Viti. Já, þetta náttúrulega á plötunni sem við erum að halda upp á. 40 ár síðan við gerðum Sumar á Sýrlandi og þetta svona eitt af þeim lögum sem að urðu dálítið lífseig á þeirri plötu. Hvað verða lögin mörg sem þið takið? 37 lög, Já, 16 aukalög og svo geta menn farið í hléinu þeir sem vilja. Nú lýgur. Við endurgreiðum ekki með það. En við tökum plötuna eins og hún leggur sig. Allir í fínu formi, enginn með neinu tómi. Þetta nú sannlega þessari þrennu sem byrjaði með Allt á hreinu og Tívolí og enda með þessu. Þá erum við komin í gott form að gera svona núna. Þetta sannlega skemmtilegasta verkefnið af þeim öllum. Það óhætt að segja að þið séu búin að spila saman í dágóðan tíma. Þið ekki allir háðir hverjum öðrum? Í þessari hljómsveit allt mikið, jú. En sem betur verið að hafa menn eignast líf utan hljómsveitarinnar og það eru allir með skemmtileg verkefni í kringum þetta og utan og ofan við það og neðan við það og þetta svona, þetta eins og að hitta bara gamla bekkinn sinn, gamla 16 ára bekkinn sinn og þannig byrjaði þetta og þannig þetta eiginlega í dag. Þetta svona alltaf nemendafélagsstemning. Já, jú, við erum ekki nemendur þannig séð, sko, nei, við erum prófessorar allir. Myndirðu halda að þið hættið einhvern tímann að koma fram? Það gerist náttúrulega eftir ykkar daga að þið hættið að koma fram, en þangað til? Ég hóta því að við verðum fram í dauðan. Og jafnvel munum við birtast eftir það. Já, ég bara benda á að það verði ekki aukatónleikar. Þannig að þeir sem ætla að drífa sig, þeir verða að festa sig miða. Það eru einhverjir örfáir miðar eftir á tónleikana. En bara svona okkur á milli verða aukatónleikar? Já, það verða 3 tónleikar. Og verða því aukatónleikar, en þeir verða samt ekki aukatónleikar, ekki í þeim skilningi.